Eitt af málanna í veröldinni núna ójöfnuður og það á ekki við á Íslandi bara heldur alls staðar í Bandaríkjunum alla Evrópu, Bretland, þetta hefur verið mikið til umræðu. Ójöfnuðurinn hefur aukist með vexti fjármálalífsins og svo óttast menn að ójöfnuðurinn aukist enn með þessari tæknibyltingu sem við erum að gangi gegnum þar sem fólk missir störf, vélar taka við og arðurinn af vinnufólks af tækjunum færist á færri hendur. Stefán Ólafsson, þetta náttúrulega þitt sérsvið, þú hefur verið að rannsaka ójöfnuð lengi og nú komin út stór bók eftir þig og Arnald Sölva Kristjánsson, Ójöfnuður á Íslandi, skipting tekna og eigna í fjölþjóðlegu samhengi og þið eruð að skoða ójöfnuð á Íslandi alveg aftur á síðustu öld til 1927 og svo fram til dagsins í dag. Já, ekki rétt? Akkurat. Það má raun og veru segja að þetta sé umfjöllun þróun íslenska samfélagsins frá þessum millistríðsárum, þar sem ójöfnuður var mikill. Síðan tekur við það bil 50 ára tímabil eftir að við fáum sjálfstæðið, það sem að sennilega mesta jafnaðarsamfélag sem að jörðin hefur séð, minnsta kosti í hópi vestrænna ríkja og stendur alveg fram á miðjan 10. áratuginn og það var reyndar mikið framfara tímabil þar sem að hagvöxtur var mikill og lífskjör batnuðu ört, uppbygging velferðarkerfis, menntakerfis, heilbrigðiskerfis og vöxtur millistéttar mjög ör og sem athyglisvert að þetta skulle hafa verið mikið framfara tímabil þegar að jöfnuðurinn var hvað mestur. Þetta líka verðbólgutíminn, það ekki? Jú, þetta verðbólgutíminn frá 1960 og framundir 1990. Samt þetta að koma vel í því að lífskjör bötnuðu mjög ört. Og þetta gengur reyndar alveg í berhögg við þær kenningar sem segja að þú þurfir að hafa ójöfnuð til þess að það sé einhverjir hvatar í samfélaginu til þess að fá alvöru hagvöxt. Þannig að það hallar svolítið undan. En svo kemur þessi mikla breyting eftir 1995 og fram að hruni. Þá eykst ójöfnuður hér á Íslandi með meiri hraða en við höfum séð í nokkru öðru vestrænu ríki frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Og síðan kemur hrunið og þá sveiflast þetta aftur tilbaka í átt að meiri jöfnuð aftur. Það hrynur undan hluta af því sem að byggði upp ójöfnuðin og það breytt stefna stjórnvalda líka. Og svo sjáum við á allra síðustu árum að þetta að hneigjast aftur svolítið upp á við. En sko, ef við förum aðeins hægar í þetta, að þú veist að segja, sko, að millistríðsárunum hafi verið gríðarlega mikill ójöfnuður. Já, mikill að mörguleyti bara svipaður og var almennt á hinum Vesturlöndunum. Og þetta það sem Thomas Piketty og samstarfsmenn hans hafa sýnt fyrir fjöldanallana þjóðum að það var mikill ójöfnuður fyrir seinni heimsstyrjöld. Eftir seinni heimsstyrjöld tók við jafnaðartímabil víðast hvar á Vesturlöndum. Og þetta var tími þegar menn vildu kannski jafna út þetta á tími Keynesismann, menn vildu jafna út og þeir sem höfðu barist í stríðinu áttu að koma heim í gott samfélag. Menn voru kannski búin að fá nóg af kreppunni fyrst og svo styrjöldunum. Nákvæmlega og menn hugsuðu það þannig að eftir stríðsára samfélagi ætti að vera velferðarsamfélag með einum eða öðrum hætti þar sem að allt væri lagt í að bæta lífskjör hins venjulega fólks og fram að þessum tíma þá hafði yfirstéttin alltaf verið í forgangi og alla 19. öldina og fyrir utan það sem að náttúrulega verkalýðsfélög og stjórnmálahreyfingar sem að tóku hag verkalýðsstéttarinnar sérstaklega fyrir og reyndu að bæta hann en það var sem sagt nýtt á eftirstríðsárunum að lífskjör og það verður í raun og veru eins og Thomas Piketty talar þetta að tilkoma millistéttarinnar sem verður til þetta venjulega vinnandi fólk sem að kemst til bjargálna þannig að það getur eignast hús yfir höfuð og einhver varanleg neyslugæði sem fara batnandi yfir tíma og mennta börnin sín og allt það að þetta í raun og veru einsdæmi í sögunni og hann sýnir það hvernig fyrir frönsku byltinguna að þá var yfirstéttin 2% íbúanna
klerkastéttin annað 1% og það sem í kringum hana var og svo var það þriðja stéttin, cirka 97% þjóðarinnar sem bjó meira og minna við svipuð kjör. En sko svo getum við sagt að sko eftir 95 og hvað gerist þá, að þá gerir yfirstétt svona einhverjar ég hef ekki sagt comeback, bara þú veist það verður einhver yfirstéttarvæðing. Já, menn hafa stundum talað um þetta þannig að stéttabaráttan hafi snúist við, að lægri stéttirnar hafi haldið sér meira til hlés og yfirstéttin farið í kröftuga baráttu. En það sem að gerist, og við erum með skýringar á þessu frá öðrum löndum, að þetta hangir allt saman við breytt viðhorf í stjórnmálum. Það er nýjar áherslur í stjórnmálum sem að ýta meira undir atvinnulífið, undir fjármálalífið, undir fjárfestana sérstaklega og svo verður úr þessu náttúrulega hnattvæðingin og fjármálavæðingin sérstaklega sem að býr til fordæmalaus gróðafæri fyrir þá eignameiri og tekjumeiri. Og það er þannig alls staðar verið á Vesturlöndum eftir 1980, svolítið misjafnt eftir löndum. Og hér fór þessi þróun, sambærileg þróun fram með eiginlega meiri hraða og meiri krafti, en það var íslenska bóluhagkerfið einstakt í sinni sögu. Það byrja náttúrulega vissuleyti með sko veðsetningu kvótans, það verður allt þá er hann fjármálavæddur, sko, ef við getum sagt. Nákvæmlega, þar eiginlega byrja hjól fjármálavæðingarinnar að snúast og svo kemur aukið frelsi í fjármálageiranum og svo frá þegar við förum inn á evrópska efnahagssvæði þá kemur frelsi til fjármagnsflutninga, auðveldar að taka lán erlendis frá og auðveldar að flytja fé úr landi og fara að nota erlend skattaskjól og allt þetta. Þetta býr alveg til nýtt umhverfi sem að Íslendingar notuðu sér að meiri krafti, það er að segja yfirstéttin, hann fyrst og fremst hún sem er að nota þetta, að meiri krafti heldur en við höfum séð annars staðar. En sko, það verða til þarna gríðarlegar fjármagnstekjur og mikil auður þarna í hruninu. Svo hrynur þetta, þurrkaðist þessi auður út eða hvað? Nei, það er sko, auðvitað þurrkaðist eitthvað að auði út, en það sem við sýnum þetta í smáatriðum hvernig eignir í ólíkum tekjuhópum, ólíkum eignahópum þróast yfir þennan tíma í bólahagkerfinu og svo eftir hrun. Og við sjáum það að þeir sem voru eignamestir fyrir, ríkustu 10%, eignir þeirra jukust langmest af öllum. Fram að hruni og þær taka síðan bakfall aðeins, ekkert mjög mikið samt, miðað við aðra hópa, eigna minni hópa og síðan hafa þeir farið upp aftur eignir að raunvirði þessa ríkustu 10%-ana og eru núna orðnar svipaðar og var þegar hæst var fyrir hrunum 2007. Hrunið hefur þessi jöfnunaráhrif smá, en þú segir að þessi aftur að gliðna. Já, hrunið hafði þessi jöfnunaráhrif með því að fjármagnstekjur hrundu niður, þær hurfu alls ekki, þær fóru niður meira en helming og síðan er líka breytt stjórnarstefna í skatta- og velferðarmálum, jöfnunaráhrif skatta- og velferðarkerfisins eru aukin af ríkisstjórninni sem kom til valda hérna 2009 en það sátu miklar eignir eftir, skuldir þeirra sem að skulduðu mest og unga fólksins, þær jukust og sú skuldastaða hefur ekki náð sömu stöðu og var fyrir hrun. Hún er verri ennþá á þessum allra síðustu árum, en bara svo staðreynd að það sátu mjög miklar eignir af þeim gríðarlegu nýju eignum sem urðu til á árum bóluhagkerfisins, að þá eru þær farnar að skila af sér fjármagnstekjum aftur og þær fara fyrst og fremst í efstu 10% og langmest í efsta 1%. En þið segja að það kemur líka inn í þetta skattastefnan, að skattbyrði á láglaunafólk, þegar nú við deiltum mikið við þetta Stefán, að skattbyrði láglaunafólks og hafi aukist og leið hafi bótastefnan líka verið, bæturnar hafi rýrnað. Já, það drógust aftur úr bætur, bæði almennar bætur almannatrygginga, drógust aftur úr launum á vinnumarkaði á árunum
sérstaklega frá 95 til 2004 og svo rýrnuðu vaxtabætur og barnabætur og persónufrádrátturinn í skattkerfinu. Þetta rýrnaði allt á árunum sérstaklega á þessum 10 árum upp að hruni og þetta þýddi bein aukning á skattbyrði lægri tekjuhópa og reynda líka ekki í sama mæli á millitekjuhópana. En við erum ekkert komið með persónuafsláttinn aftur í sama horf og hann var í upphæfi. Nei, ekki eins og hann var í kringum 1995 til dæmis, þegar hann var að jafna mjög mikið. Hann hefur ekki farið alla þá leið og hefði í raun og veru átt að gera það eftir hrun. En það voru þrengingar og ríkið hafði ekki góða möguleika á að gera það. En síðan hefur aftur núna frá 2013 dregið úr jöfnunaráhrifum skattakerfisins sem að þó höfðu verið aukin þarna eftir hrun fyrst sko. Og ekkert gríðarlega mikið en það alvöru sveifla aftur í þá áttina sem ýtir undir aukin ójöfnuð aftur. En hvað gerum við til að sporna við ójöfni? Þetta náttúrulega sko, eins og ég segi, þetta mikið vandamál á heimsvísu, náttúrulega, það það og mikið og vaxandi vandamál og við sjáum náttúrulega bara hvernig skelfilegu stöðu í Bandaríkjunum út af ójöfnið og Bretlandi líka og víðar. En hvernig gerum við þetta? Já sko, ef við ætlum að búa við þetta áfram þetta opna hagkerfi, opna fjármálakerfi, hnattvæðingar umhverfisins sem að flestir vilja nú gera, þá verða stjórnvöld annarkvort bæði í einstökum löndum og einnig í alþjóðlegu samráði. Thomas Piketty talar það verði að koma á samræmdri skattastefnu varðandi eignir. Hann vill setja á alþjóðlega samræmdan, hóflegan samt sko, skatt á mestu eignir til að svona spyrna við þessari þróun og til þess að halda getu stjórnvalda í einstökum löndum til að þjóna milli og lægri stéttunum sko, því að markaðurinn að gera vel við ríkasta fólkið, gefa þeim úrvalstækifæri til að bæta sinn hag, en allir hinir, lægstu 90% sitja á mörgu leyti eftir. Og þetta í yktustu myndin eins og þú segir í Bandaríkjunum. Og það þetta samfélag sem næri ekki að fung, það að grafa undan allri almennilegri félagsvirkni og samheldni og trausti og frekar ógnvænlegt að velta fyrir sig hvert það stefnir. En svo náttúrulega sko það tekjubil en á Íslandi erum við kannski líka að horfa upp á mikið muni varðandi eignir og eignast. Já, eignaskiptingin miklu ójafnar en tekjuskiptingin. Við fórum mjög langt í átt að jöfnuði í tekjuskiptingun eftir hrun, þó að hún sé aftur að silast upp svolítið. Að þá sem sagt eignaskiptingin í dag, hún talsvert ójafnari heldur en hún var fyrir 2005 til dæmis og það að mörgu leyti þegar maður skoðar eignaskiptingatölurnar, hvernig það dreifast á þjóðfélagshópana, að þá blasir við manni að eignastaða millistéttarinnar heldur klén á Íslandi. Og ég tala ekki svo eignastéttaða lægstu stéttana og unga fólksins sem það nú svo sem eðlilegt að menn byrja að eigna litlir ungir og vinna sér síðan upp en sá ferill gengur og hægt á Íslandi bæði vegna þess að við höfum lengi búið mjög hátt vaxtastig og svo ég tala ekki verðtryggingin sem að felur það í sér að hluti af vaxtakostnaðinum hann leggst við höfuðstólinn sem þýðir þá að eignamyndun í húsnæði verður mjög hæg og mér sýnist að við stöndum ekki vel hvað þetta snertir fyrir svona venjulegt millistéttarfólk og miðaldra fólk sem á að vera komið með einhverja eignir í húsnæði sínu fjölskyldurnar að miða við nágrannalöndin að þá sýnist manni að þessar aðstæður sé ekki nógu hagstæðar en eignamyndunin í efstu hópunum mikil og hún farin að vaxa tiltölulega ört bara við sjáum þetta á skattakgögnum síðustu 3-4 ára að það orðin alvöru sveifla og meiri eignir skila svo af sér meiri fjármagnstekjum sem að renna akkurat beint í hæstu hópana þannig spilar þetta allt saman og fjármagnstekjur eru svo skattlagðar með lægri byrði heldur en atvinnutekjur vinnandi fólks og lífeyristekjur lífeyrisþeganna.
Þannig að sem nú kannski svolítið skrítið. Já, auðvitað það skrítið og því á endan myndi það nú kannski vera þannig að mikilvægastu eignirnar sem verða til fyrir vinnu venjulegs fólks, almennings og þannig að þetta svo sveifla sem að pólitíkin hefur ýtt undir í seinni tíð svo mikið og á sinn stóra þátt í þessum ógna ójöfnuði að það þessi pólitíska stefna að gera allt fyrir fjárfesta, gera allt fyrir þá eignamestu og þá tekjuhæstu. Skapa þeim hagstæð skilyrði og þetta var gert kannski í góðri trú að þetta væri gott fyrir hagvöxtinn en menn eru farnir að sjá það í dag að þetta var ekki góð kenning. Það þarf að huga lífskjörum fjöldans, almennings. Það traustasta forsenda fyrir áframhaldandi vexti og heilbrigðu þjóðfélagi. Stefán Ólafsson, Ójöfnuður á Íslandi, bók þín og Arnaldar Sölva Kristjánssonar, takk fyrir komuna. Við fáum hérna Björn Jón Bragason, stuttastund í lok þáttarins.